charismatic. Í dag skoðum við hugmyndir úr heimild sem heldur því fram að ástríða sé ekki aðeins einföld löngun, heldur skipulögð gildra. Við rannsókum hvernig sjálfstjórn tengt við sögulegan styrk. Og hvernig ytri öfl samkvæmt heimildinni geta hagnýtt sér skort á aga til að viðhalda stjórn. Halló öll saman. Hlýjar kveðjur til ykkar allra. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarhringinn að því að skapa efni sem raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt að mörkum að nákvæmni og alúði gegnum netrása okkar svo þið fáið bestu mögulegu upplifun. Ef þið hafið gaman að þessu efni, vinsamlega deili myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættinum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram enn sterkari og betri. Eigum að byrja? Gerum þetta. Ansi harkalegt. Mjög svo. Þar ástríðan kölluð stærsta lygin. Nákvæmlega, ekki bara sem eitthvað sem að þarf að hafa heimil á, heldur sem, vísvetandi blekking. Einmitt, tæki sem notað til að vekkja fólk. Það mjög sterk fullyrðing og spurningi sem lögð fram strax hver hagnast á þessu? Já, og þar færist þetta frá því að vera bara persónulegu heimspeki yfir í hreina samfélagsrýni. Svari sem heimildin gefur nokkuð skýrt. Veikur einstaklingur sem þræld sinna egan hvata auðstjórnanlegur. Auðstjórnanlegur neitandi. Nákvæmlega. Og þetta tengt við nútíman á mjög myndrana hátt, fyrst mér. Þetta dæmi mannin með síman í myrkrunu. Já, einmitt. Maðurinn sem skrúnar og skrúnar í leita næsta svona skamvinna ánægjuskamtin. Og punkturinn að þetta ekki bara saklaus tímasón. Nei, alls ekki. Heimildin heldur því fram að hver einasti smellur, hver einasta mínúta sem fer í þetta sé orka sem tekin frá einhverju öðru, frá metnaði. Já. Frá því að byggja eitthvað upp. Þetta rein tæming á lífsorkunni. En biðinu við, þetta ekki ósvartsýn túlkun? Hvernig þá? Já, ekki bara eðlilegt að fólk vilji slaka á og njáta? Þetta hljóma næstum eins og forðeming og aldrei ánæglu. Það góð punktur. En ég held að heimildin gerir mikilvægan greinamun hérna. Sem Hún ekki að tala gegn gleði. Heldur gegn því að láta stjórnlausar skamvinnar fatir ráða öllu. Þannig að andstæðan ekki ánægja á móti þjáningu? Nei, heldur yfirborðskennt nautn á móti djúpstæðum tilgangi. Skil. Og til að rökstyðja það litið til sögunar. Einmitt, það næsta skref. Það fjallað þessa valdamiklu persónur, keisara, herforingja, heimspekinga. Marcus Aurelius, Julius Caesar, já. Og spurningin sem varpað fram hvar áttu þessi einstaklingar sameiginlegt? Og svarið ekki peningar eða völd í sjálfu þér. Nei, heldur sjálfsægi. Nánast yfirnáttúrulegur sjálfsægi. Já, og þar kemur Nietzsche, náttúrulega sterkurinn. Algjörlega. Sú hugmynd að æðsta form valds sé ekki að stjórna öðrum, heldur að ná fullkomnu valdi yfir sjálfum sér. Einmitt. Því að þú getur ekki stjórna þínum eigin hvötum, þá í raun þræll. Jafnvel þóttu sér konungur. Nákvæmlega. Ef einhver annar veit hvað þú þráir, þá veit hann hvernig á að stjórna þér. Hann getur togað í spottaðina. Svo einfalt það. Þannig að þetta snýst allt frelsi. Já, þetta beint tengt. Minni sjálfstjórn jafngildi minna frelsi. Þetta jafnan sem sett fram. Og þetta sagt vera líndamáða bak við velgengi þessara sögulegu fígúra. Að til þess að stjórna heimsveldum urðu þeir fyrst að stjórna sínum innri heimi. Já. Að láta undan stundanöfn var ekki bara veikleiki. Það voru strategísk mistök. Einmitt. Þeir litu á ástríðuna eins og eld. Gegnlegan þjón, en skelfilegan húsbónda. Nákvæmlega það. Og þá farið skrefinu lengra. Því heimildin heldur því fram að þessi veikleiki sé, ræktaður af kerfinu. Já, þetta hugtak kerfið áhugavert. Hvað eiginlega átt við með því? Það svolítið óljóst. Það ekki skilgreind sem ein stofnun heldur frekar svona heldarsamfélagsgerðin. Samspil fyrirtækja, fjölmiðla, samfélagslegara viðmiða. Nákvæmlega. Og röksandaferslan sú að þetta kerfi vilji ekki sterka sjálfstæða einstaklinga. Af því að það erfitt að stjórna þeim og erfitt að selja þeim hluti. Einmitt. Kerfið þrífst á fólki sem óöruggt annarshugar. Og stöðugt í leita næsku lausn eða afþreyingu. Þetta mjög beitt rýni. Já. Hugmyndin að það þurfi ekki lengur fangelsi. Það nóg að gefa fólki snjallsíma. Vá, það vel sagt. Það þarf ekki að brjóta líkamann þegar þú getur brotið viljastyrkin með endalausri afþreyingu. Og metnaðunum ekki stólin, húnum drekkt.
Og það sem sagt vera svo lævist við þetta aft saman að þetta gerir svo hægt. Já, þetta ekki ein stór ákvarðun. Nei, þetta eru þúsundi litla málamiðlana. Bara í kvöld. Já, þetta skilið. Einn þáttur í viðbót. Og áður en maður veit af þá drifkrafturum bara farinn. Hungrið í að afreka eitthvað stórt horfið, því það hefur verið seðjað með, tómum hitaeiningum. En það sanngjarnt að bera þetta saman við fall stórvelda eins og Rómaveldis? Það kjarnaspurningin, það ekki? Jú. Eða ekki ofur einmitvöldun að setja einhverjum sem skrúnar á Instagram í sama samhengi og hrun siðminningar? Höfundurinn myndi líklega svara því að mynstrið sé nákvæmlega sama, bara á mismunandi skala. Hvernig þá? Í Rómaveldi vék haraginn fyrir nautnasýki, brauð og leikar. Og hjá samúræjunum vék Bushido-kóðinn fyrir, þægindum, friðartíma. Nákvæmlega. Í báðum tilfellum þegar kjarnin í aganum og tilganginum hvarf, þá fylgdi hrunið. Þannig að það sem gerist á stórum skala fyrir heila siðmenningu gerist á litlum skala fyrir hvern einstakling. Þegar agi víkur þá veikist bæði einstaklingurinn og samfélagið. Takk fyrir að vera með okkur, hinga til. Ef þetta var gagnlegt fyrir ykkur, sendið það núna til einna mannesku. Eindeiling ein og sér hvetur tímið okkar verulega. Allt í lagi, þetta ansi drunglaleg mynd sem dregin upp. Já, svo sannarlega. Sem leiður okkur á stóru spurningunni. Hvernig brýst maður út? Hver lausnin? Og lausnin kannski ekki svo sem að býst við. Ok. Hún felst ekki í því að berjast beitt gegn ástríðunni, ekki að herða greipar og standast frýstingar. Af hverju ekki? Því það sagtur að tapa þér baráttu. Það sem þú berst gegn fær bara meiri kraft. Allt í lagi. Hvað þá gert í staðinn? Lausnin að gera ástríðuna ómerkilega. Hvað þýðir það? Í praxis. Að gera hana ómerkilega. Hugmyndin sú að þessa skamminu hvatir þarf að bara valdi yfir þeim sem hafa ekkert stærra í lífinu. Einstaklingur án skýrs tilgangs berskjaldaður. Einmitt. Hann verður auðveldlega fórnarlamb næstu truflunar. En þegar maður hefur verkefni sem stærra en maður sjálfur? Þá breytist forgangsröðunin algjörlega. Þetta eins og Ólympíufarinn. Hvernig þá? Hann ekki í stöðugum bardaga við sjálfan sig að borða ekki skyndibita. Markmiðið, gullið, of mikilvægt. Já, það fullkomin samlíking. Skyndibítin bara... Hann orðinn merkilegur í samanburði. Þetta ekki spurning viljastyrk, heldur skýrleika markmiðs. Nákvæmlega. Þú fórnar ekki framtíðinni fyrir 5 mínútur ánægju. Ekki að því að pína þig. Nei. Heldur að því það bara heimskulug skipti til. Tilgangurinn verður skjöldurinn þinn. Og þetta leiður okkur að því sem heimildin kallar vakningaraugnablikið. Já. Þröskuldurinn, þar sem maður lítur upp og sér samfélagið, sem leik. Leik sem snýst yfirborðskennd samtöl, stöðukeppni. Og að þóknast öðrum. Allt hannað til að halda fólki annarsúgar. Og þetta lýst sem sársækafullum skilningi. Sársækafullum en jafndramt frelsandi. Maður fattar að maður hefur spilað með. Sem voru ekki fyndnir. Reynt að passa inn í hóp þar sem maður átti aldrei heima. Og á þessu augnabliki sér maður í gegnum þetta allt. Já. Og maður tekur ákvörðun. Ég spila ekki með lengur. En hvaða afleiðingar hefur það? Það þýðir væntanlega að maður verður utangarðs. Nákvæmlega. Og það það sem þörfin fyrir einveru kemur inn. Þar vitnaði Schopenhauer, það þýr. Jú, því hærri sem greindin þeim mun meiri þörfin fyrir einveru. Og þetta ekki hroki heldur nauðsyn. Reinnauðsyn. Til að heyra eigin hugsanir verður maður að slokkva á háaðanum. Og til að finna þennan stóra tilgang þarf maður að stíga til hlíðar. Einmitt. Í einverunni losnar maður við þrýstingjun og getur loksins byrjað að verða maður sjálfur. Þetta samt gríðarleg fórn, að missa vini, tengsl. Án efa, þetta einmannlega leið. En þá kemur lokaatriðið, þversögnin. Og hún þversögnin þessi. Í því augnablikki sem þú hættir alvari að leita eftir viðurkenningu, þegar þú sættir við einveruna. Þá byrjar heimurinn að veita þér athygli. Vá, það öflugt. Hvernig það útskýrt? Skýringin sálfræðileg. Fólk laðast ósjálfrátt að því sem ekta. Sama samfélagið og hafnaðir þér. Byrjar að dásta þér. Einmitt. Fyrir hugrekkið. Sama fólkið og hunsa þig byrjar að lysta. Því þú talar með sannfæringu sem kemur innanfrá. Því þegar fólk týnt, þá leitar það að leiðsögn. Já, og það leitar ekki til þeirra sem jafntíndir, heldur til þeirra sem virðast hafa fundið sína eigin norðurstjörnu. Þeir verða eins og vítar fyrir aðra. Það góð samlíking. Og þá söguðu dæmin dregin fram aftur. Sókrates.
dæmdur til dauða en núna kallaður faðir vestrænar heimsfiki. Nietzsche, álitinn brjálaðingur, hugmyndir hans mótuðu nútíman. Þetta voru menn sem gjungu sína eigin leið, sama hvað það kostaði. Þeir voru misskildir og einmana. Já, en einmitt af því að þeir þorðu að hafna leikreglunum, gjátu þeir breytt heiminum. Þeir leituðu ekki eftir viðurkenningu en fengu óðaleika. Nákvæmlega. Svo ef við dörgum þetta allt saman, þá kjarninn sá að raunverulegt vald og frelsi kemur innanfrá. Það er ekki eitthvað sem hann gefið. Nei, það unni með erfiðisvinnu sjálfsagans. Og með því að helga sig tilgangi sem hann starri en eigin þægindir. Nákvæmlega. Og þá stendur eftir þessi lokaspurning sem heimildin skilur okkur eftir með. Og hún snýst val. Já. Velur maður öryggið og þægindin í fjöldanum, jafnvel á kostnað frelsisins? Eða velur maður hina erfiðu og einmannalegu leið sjálfstæðina? Leið þeirra sem voru misskildir en breyttu heiminum. Það svo sannarlega umhugsunarefni sem situr í manni. Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur, endilega setið like, skiljið eftir stutt athugasemd og deilið honum með ykkurum sem geti haft ánægja af honum hver deiling hjálpar fleirum að finna okkur. Og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að karismatík, það besta er enn framundan. Sjáumst í næsta þætti. Haldið áfram að vera karismatík. Charismatic.